átti þessir erfiðleikar hans eftir að aukast í keppninni. Vinstra megin hér höfum við Magnús Bergsson á 350 kubika Chevrolet og hægra megin er Sverrir Þór með 427 og Sverrir vann þessa ferð. Hann var á eftir þarna en er með stóran mótor og togar vel á endanum og nær að skríða fram úr þó að mjótt sé á mununum. Hálf felgubreidd en það dugir. Þeir fóru því aðra ferð og Magnús Bergsson hérna vinstra megin og þá vann Magnús. Þeir fóru þriðju ferðina og því miður vantar okkur mynd af því en Magnús Bergsson vann þá ferð líka og sló Sverrir Þór út. Þá erum við komnir í 4 bíla úrslit og vinstra megin er Vilhjálmur Ragnarsson og hægra megin Árni Kópsson. Þarna fóru girkassamvandamál hjá Vilhjálmi að segja til sín og hann náði einungis 7,23 þarna á meðan Árni fór 5,45. Þeir skiptu braut og þá gekk þetta upp hjá Vilhjálmi og hann sigraði og fór 5,42. Þeir þurftu því að fara þriðju ferðina en þá gerðist Árni helst til bráður og þjófstartaði. Og þó að Vilhjálmur hafi verið þarna bíllengd eftir Árna þegar þeir voru búin að fara 20-30 metra að þegar hann setti í annan gír að þá var eins og væri keyrt aftan á hann. Við sýnum hægt hérna og fristum til að sýna ykkur þjófstartið á trénu sem er hérna rauðaljósið neðst vinstra megin á trénu. Og eins og þið sjáið þarna er Árni kominn allavega góða bíllengd fram úr Vilhjálmi á miðri braut. En þá bætti Vilhjálmur við öðru gangharðastigi eins og menn segja og settist á afturdekkin og hreinlega prjónaði fram úr Árna Kópssyni. Það gerist ekki öllu flottar en þetta. Þá eru komnir í Magnús Bergsson í vinstri braut og Benedikt Eiríksson í hægri braut. Magnús Bergsson vann þessa ferð og þeir stilla upp aftur. En þá hins vegar vann Benedikt Eiríksson og það þurfti því þriðju ferðin til að skera út það hvor myndi keppa fyrst og annað sæti. Og Benedikt Eiríksson var ekki að slá á því þarna og er þetta ábyggilega með flottari ferðum í keppninni og tíminn hjá honum 5,60 sekúndur, mjög góð tími og þið sjáuð að hann fer á stað á afturdekkjunum í orðsins fyllstu merkingu með sandguðsurnar, einhverja 40 metra upp í loftið og tekur annað stökk þegar hann setur í næsta gír. Það er mjög flott að fá að sjá þetta svona hægt sýnt sem náttúrulega er hægt í sjónvarpi en ekki á keppninni sjálfri en eins og jafnast náttúrulega ekkert á það að vera á keppninni og fá reykinn og sandinn í augun. Þriðja og fjórða sæti kepptu því Magnús Bergsson hér í vinstri braut og Árni Kópsson. Og það var Magnús Bergsson sem hafði betur. Í næstu ferð gerðist Magnús Bergsson helst til bráður á startinu og þjófstartaði og Árni Kópsson því sjálfvirkt búinn að sigra það. Þið sjá að hann er aðeins of fljótur. Þetta er nú kannski svolítið mikið af því þetta er svo hægt sýnt. Og því logar rautt ljós hægra megin á trénu, það er að segja Magnúsar megin. Þeir þurftu því að fara þriðju ferðina til að skera úr þetta, hvor væri sigurvegari og þá skeðu reyndar leiðileg mistök. Það hafði verið að plaga okkur bílanir í ljósabúnaðinum sem átti að sýna sjálfvirkt hvor væri á undan og við þurftum því að hafa menn út í enda og sögðu þeir til hvor væri á undan og þeim sýndist Árni vera á undan en þegar þetta var skoðað